Góðan daginn, góði gestir, og velkomin á UT-messuna. Við erum Bragi og Brynja, konan og kallinn úr orðbragði. Kannski rétt að byrja að biðja ykkur afsökunar, við skulum vera að ávarpa ykkur á íslensku. Við ættum náttúrulega að vera að tala við ykkur eitthvað svona forritunarmál eða bænari eða eitthvað svona skemmtilegt. En þið fyrirgefa okkur vonandi með það. Það er nefnilega ekki alveg sjálfgefið að tala þetta mál. Það talar jú næstum engin íslensku. Það vita fæstir af því að þetta sérkennilega, sérviskulega en notalega mál er talað yfirleitt. Já, samt ákveðum við nú að tala það. Sennilega vegna þess að okkur þykir dálítið vænt um það. Það væri náttúrulega hundfúlt ef að allt það sem forfeður okkar hafa verið að tala og bralla og skrifa væri óskiljanlegt og náttúrulega enn hundfúlla ef afkomendur okkar myndi ekki skilja neitt af því sem við erum að skrifa í kommentakerfinu í dag og dunda okkur við á netinu. En þetta er náttúrulega allt íslenska. Já, og þetta er jú eftir allt saman býsna gott tungumál. Ekki endilega einfaldasta tungumál heims og ekki það þjálasta og ekki einu sinni það fallegasta þó við viljum halda það. Eftir því sem ég kemst næst allavega þá hljómum við oftast eins og við séum stöðugt að skyrpa út úr okkur svona illa tugðum hnetum þegar við erum að reyna að tjá okkur. Já, þetta hefur verið rannsakað mikið. En íslenskan hefur náttúrulega sinn sjarma, hún getur verið svona hörð og harðneskjuleg en hún getur líka verið hlý og faðmandi, svona eins og góð íslensk lopapeysa. En við höfum svona dálítið verið að leika okkur með tungumálið og hér upp á skjánum höfum við það sem við köllum samstöfu, það er anagram og þið getur svona, ef þið nennið ekki að hlusta á okkur þá getið þið dundað ykkur við að ráða þetta hefur eitthvað að gera með UT-messuna. Við lofum að láta ykkur vita hvað þetta þýðir í lokin. Þá sem sagt getum að ráða þessum bókstöfum upp á nýtt og fengið út aðra setningu. En já, það er þetta með íslenskuna. Hún er svona furðu góð að aðlaga sig breyttum aðstæðum. Það er til heill haugur af tungumálum sem hafa fallið hratt og örugglega fyrir erlendum áhrifum og aðkasti, en íslenskan er þrjósk og hún er líka samningsfús. Við höfum fundið okkur ólíklegustu orð yfir nýja og framandi hluti og við getum svona okkur falleg dæmi séu tekin, hæglega svifiðum í þyrlum og svifnökkum og þuklað á spánnýjum öppum og spjaldtölvum án þess að málið beri af því tilfinnanlegan skaða. Það verður samt aðeins að passa upp á málið, alveg eins og við erum að muna að setja niður klósettsettuna og viðra gamla fólkið, vökva blómin og svona. Af því að ef við hugsum ekki vel um það sem okkur þykir vænt um, þá skemmist það eða týnist. Og það viljum við alls ekki. Við getum snúið upp á málið, við getum togað það í ólíklegustu áttir, beygta og sveikt, en við megum aldrei brjóta það, því þá er það ónýtt. Svo er það tækniorðin, því þetta er að kannast eitthvað aðeins við þau. Við erum svona sífellda þörf fyrir ný og ný orð af því að það er alltaf komið upp ný og ný tækni. Þetta er náttúrulega óþolandi. Við á Íslandi höfum náttúrulega svona ákveðnu svona sérstöðu eða sérvisku. Við viljum alltaf vera að búa okkur til ný orð yfir alls konar fyrirbæri, frekar en að taka þau upp úr ensku eða einhverju svoleiðis dóti. Þetta er svona orð eins og tölva og svo endurnýtt orð eins og sími og undarleg orð eins og sjálfrennireið. Já, það er sko til fólk sem vinnur við að safna nýjum orðum, það er bara þeirra atvinna. Og þessi orð sem að koma til þeirra koma sum frá svona sérstökum orðanemdum, það er til dæmis til tölvu orðanemd. En svona miklu oftar koma þessi orð bara frá alls konar fólki sem einfaldlega finnur þau upp og bara byrjar að nota þau, eins og til dæmis orðið þota. Það kom þannig inn í málið. Fyrirtagsorð komst í staðinn fyrir ómyndina þrýstiloftsflugvél og fleiri vel heppnuð eru til dæmis hreyfill og sjónvarp, sími og skjár. Við erum hérna með nokkur sem eru býsna góð. Það er eiginlega með ólíkindum hvað við eigum mörg góð orð sem svona hafa fest í málunni. Það er nefnilega ekki sjálfgefið að þetta tolli almennilega. Og náttúrulega margar þjóðir bara taka orðin beint upp og eru ekkert að vesenast neitt með það. En svona til að finna rétta orði, þá þarf ofta hugmyndaauðgi og vera svolítið útsjónarsamur. Það eru góðir orðasmiðir náttúrulega ekki að hverju strái. Þetta vera miklu betur borgaðir reyndar. En þau eru ekki alltaf jafnvel heppnuð þessi orð.
og sum þeirra bara festast ekki í málinu, eins og til dæmis orðið stefja sem þarna efst. Það var smíðað af tölvuorðanefnd yfir smáforrit í farsíma eða app. Enginn notar orðið stefja. Appið hefur bara fest sig, en það hið ágætasta orð, það beygist eins og happ og klapp og veldur ekki nokkrum vandræðum í notkun. Já, svo erum við með nokkur fleiri þarna, það er til dæmis eins og flaumtölva, ég veit ekki hvort einhver með það í mikilli notkun. Það er analog computer, reiðugögn, það er reyndar ágætt en það er online data. Að sjálfsögðu, og svo er þarna mænir sem er monitor. Það er ekki alveg náð að skjóta rótum. En svo er það náttúrulega spurning alltaf hvort sum orð eru heppnari en önnur og kannski þarf bara aðeins að nota reiðugögn meira þangað til þau fara að festast. Og svo er það annað, tækninni fleygir svo hratt fram að við höfum ekki undan að finna ný orð. Já, og tæknin á það náttúrulega til að úrelda líka góð og gild orð sem eru rétt að skjóta rótum, þannig að fyrirbæri, mjög fín fyrirbæri eins og gataspjöld og disklingadrif og svona, þetta er bara orðið úrelt dót í dag og þá hættum við náttúrulega að nota orðin líka fljótlega. Það er náttúrulega synd af því að við höfum fundið upp býsna góð orð sem eiga eiginlega hættu núna að vera bara í útrýmingahættu og hverfa. Þarna erum við með til dæmis eins og tónhlaða sem er nú tiltölulega nýtt orð en það gæti nú horfið fljótlega svona við aukna Spotify notkun. En við eigum samt þessi orð til og það er ágætt að grípa í þau svona þegar tískan svona fyrir hring og eins og plötuspilari núna, það er fínt að eiga það orð til og geta grafið það upp aftur. Svo má ekki gleyma því að við eigum til hellinga vannýttum orðum sem að liggja bara í orðabókum og enginn veit af. Í dag er til dæmis talað að rippa geisladiska, fokka einhverju upp og dissa hitt og þetta, en þetta eru allt orð sem voru virk í málinu til forna. Þau þýddu bara ekki alveg það sama. Að rippa var að staga eitthvað saman, að fokka var að slæpast og að dissa merkti að dúsa eða sitja kyrr. En nú eru þessi orð komin aftur í umferð og búið að rippa við þau nýja merkingu. Þá er það ekki bara skömminni skára en að láta þau dissa í orðabókum og fokka þar, afskipt og yfirgefin. Akkurat. Við mælum þetta sterklega með því að fólk taki svona yfirgefin orð úr orðabókum í fóstur. Velji sér eitt orð kannski og noti það kannski eina viku, reyna að smygla þeim inn í samræður, setja í tölvupósta, svona, já, aðeins að athuga hvort að færa eitthvað hljómgrunn. Ég er til dæmis að vinna mikið með orðið úðumkrúð, sem merkir úrval. Ég hef ekki alveg náða svona útbreiðslu en ég ætla aðeins að gefa því séns. Ranimosk. Já, það er nóg til af þessu, sko. Það þýðir kusk. Það er þetta með framtíðina. Það er alltaf að spretta upp fullyrðingar að málinu sé hnigna. Og ef maður flettir dagblöðum aftur til síðustu aldar þá má sjá að menn hafa alltaf haft mjög miklar áhyggjur af því að málinu sé að stórraka. Og hver einasta kynslóð hefur áhyggjur af því að málfari næstu kynslóður á eftir. Og hér sjáum við teikningum eftir Hugleik Dagsson. Já, þarna er fóstra Egil Skallagrímssonar að leiðrétta hann. Hann segir út vill egg en maður segir út vil egg, Egil minn. Það er reyndar sumir sem haldaði fram hann að sagt utje vil egg en hérna verið að kalla eftir aukinu upplýsingatækni. En það er nú ekki svona samkomulega með það. En dómstaður er nú kannski ekki alveg runnin upp ennþá. Nei, tungan virðist vera við ágætustu heilsu en það hafa samt orðið auðvitað einhverja breytingar, það breytast öll tungumál en það er aðalega framburðurinn sem hefur breyst í íslenskunni. Og svo hafa auðvitað komið inn í málið aragrúi af nýjum orðum, sérstaklega tækniorðum út af tækninýjungum. En það er sennilega engin ástæða til að hafa einhverja sérstakar áhyggjur af íslenskunni. Það er kannski aðalega það er að verða svona þrengra hana. Það er svona, hún er ekki lengur notuð á öllum sviðum. Þá fer að verða dálítið erfitt að svona athafna sig. Við notum íslensku ennþá heima hjá okkur, daglegum samskiptum, en önnur tungumál og náttúrulega sérstaklega blessuð enskan hafa svona, til dæmis í tölvusamskiptum, verið að taka svolítið yfir. Og þá allt í einu fer svona hluti á okkar daglega lífi að fara fram á einhverju öðru tungumáli og þá er þetta dálítið erfitt.
Nú er verið að kenna svona tækjum að tala. Þið verið sennilega í því eitthvað fram eftir degi. Það er dálítið erfitt sko ef þið tala öll kannski þýsku eða ensku og kannski að fara að rökræða við ískápið en hvað á að vera í matinn og þá er hann með svona yfirburðastöðu af því hann tala miklu betri þýsku en þú. Þá fer þetta að vera dálítið snúið. Þannig að við köllum eftir því að þið kennið bröðristunum okkar að tala kjarni góða íslensku. Já, menn hafa svolítið líkt þessu við byltinguna sem fólst í prenttækninni. Þau tungumál sem aldrei komist á prent. Við þá miklu breytingu, þau eru bara mörg horfin. Og vegna þess að þá telja fræðimenn ef að þið spýtið ekki lófana hér í salnum, þá sé raunverulega hætta á að íslenskan verði ekki lengur lifandi tungumál eftir kannski einu öld eða svo. Það verður náttúrulega afleitt. En það er náttúrulega eiginlega ekkert annað til ráða en að halda áfram að nota íslensku. Skrifa hana, þýða hana, halda hana á lofti og monta okkur svolítið af henni líka, það hjálpar. Svo að hlusta á hana líka, hugsa hana, það er ágætt að hugsa á íslensku stundum. Fikta aðeins í henni og snúa aðeins út úr henni. En svona umfram allt annað þá þurfum við að halda áfram að tala hana, þannig að hún sé svolítið svona, já, þannig að hún sé vel virk alla daga. Hún á það líka skilið. Og þá að samstöðunni, það er spurning hvort einhver náði að ráða hana, nett vinnutæki sum á sölu stóð. Er einhver komið með þetta? Nei, þetta er ekki, það er engin með þetta. Við erum aðra útgáfu af þessu, sko. Þetta eru sömu stafir, þetta er nú, við létum þetta nú flakka, við erum með svona lítið app í símanum sem heitir Anagram, mjög skemmtilegt. Það er hægt að eyða heilu sólarhringunum í því að fikta í því. Það eru svona íslensku nyrði. Já, en þessi setning hérna er líklega meira viðeigandi. Tölvutækni á UTMS-unni. Svona er nú hægt að leika sig með máli krakkar. Takk fyrir okkur, njótið messunar. Já, takk.